verkefni 15 í Excel á blaðsíðu F28. Þetta er síða 2, einkunnir. Og ég ætla að setja inn formúlur. Og þegar unnið er með þætti þar sem hver liður hefur mismikið vægi eins og hér í einkunnunum, að þá er mjög hentugt að nota taflið sum product. Ég ætla að nota sum product til að reikna út lokaeinkunnina. Það byrja á að leggja saman vægið. Smelli hérna á AutoSum. Það passar, þetta er yfir rétt svæði. Þannig að lokaeinkunnin þarf alltaf að vera 100%. Ef lokaprófið eru til dæmis 50%, þá þurfti ég að breyta væginu á öðrum þáttum. En ég ætla ekki að gera það hér, ég ætla að setja taflið sum product sem að reiknar út í einni formúlu. Þegar ég hér yfir þetta svæði hér, ekki 100%, og hér þarf ég að ýta á F4 til að festa, það ég ætla alltaf að margfalda með væginu í línu 3. Og síðan dreg ég yfir einkunnirnar hjá henni Ásu, en ég þarf ekki að festa tilvísun þar af því ég ætla að afrita formúluna niður og þau eru ekki öll með sömu einkunn. Þetta hér og afrita niður. Þið sjáum að þetta er fast hérna en þetta hækkar hérna B5, E5 og svo framvegis. Þannig ég ætla að vista.